afi og amma kaupa þessa jörð 1929 og síðan taka foreldrar mínir við búskapnum af þeim og ég síðan af þeim, þannig að ég er þriðja kynslóðin. Hvernig búskap voru þau með? Það var nú fyrst og fremst sauðfé til að byrja með hjá afa og ömmu og einhverja kýr held ég en síðan voru foreldrar mínir með blandabú, bæði sauðfé og kýr og síðan hefur svo sem æðarvarpið verið vaxandi stoð í gegnum árin. Það var náttúrulega eitthvað varp hérna svona, en meira svona dreift en á einum stað sem við skoðum áðan þar var það þéttara heldur en annar staðar og þar var markvisst farið í það að hlúa að því eða þegar pabbi var unglingur skulum við segja þá voru þarna einhverja 10-15 hreiður en Já, það er ekki meira? Nei, en núna er þarna yfir 1000 hreiður. Eftir rúm 40 ári í sauðfjárbúskap og ytri Nýby í Vopnafirði ákvað Helgi Þorsteinsson að snúa sér alfarið að æðardúninum. Kannski ólíkt því sem að margir halda, þetta gerist ekki sjálfum sér? Nei, menn náttúrulega geta verið í nýtt eitthvað æðarvarp sem að sjálfur sér er bara sjálfbært en ef menn náttúrulega virkilega ná árangri þá þurfum mann að leggja á sig og prófa hvað líkar fuglinum. Þetta er í sjálfu sér, þetta er náttúrulega villtur fugl og það á enginn hann og eina sem þú getur gert það er að hafa aðstæður sem að þú heldur á hannu líki og halda frá vargi og gera skjól og hlúa á honum eins og þú heldur að þú getur best og hann verðlaunar þig fyrir það ef honum líkar. En þið hefur verið að byggja upp þá varpið, hvernig hafið þið gert það? Já, við höfum svo sem fyrst og fremst bara verið að gera skjól, gera hreiður og við notum mikið hey, setjum hey í öll hreiður á vorin og það virðist vera að honum líki það mjög vel, enda er lítill eða svona óþarflega lítið gras að í kring til þess að nota og síðan girtum við varplandið af með rafmagnsgirðingu fyrir tóuna eða til þess að halda henni frá og síðan höfum við náttúrulega verið að svona vakta þetta meira núna í seinni tíð. Það er voða gott að fara að huga að þessu svona seinni parturinn í apríl. Fara þá að athuga hvort það er vargur á svæðinu, minkur eða eitthvað og svona byrjun maí að fara þá að hressa upp á hreiðrin og laga skjól og svona. Fuglinn er að verpa frá svona fyrstu viku í maí og út maí og síðan er dúntekjan í júní. Þannig að þetta eru maí og júní sem eru álagstíminn. Í dag fullvinna þau Helgi og Alda kona hans dúnin og framleiða hágæða sængur og kotta til sölu og erlendum markaði. Ekki nóg með það heldur bjóða þau einnig upp á skoðunarferðir varpið og vinnsluna. Þau nýta húsin sem fyrir voru á jörðinni til vinnslunnar. Og við höfum bara verið að bæta aðstöðuna og endum í þessari fullvinnslu en þetta er sjálfur sér engin verksmiðja, þetta er svona meira hugsað fyrir okkar dún og svo kom upp þessi hugmynd að sýna fólki þetta því að ég held að þetta sé nú nýtt fyrir mjög marga. Við getum farið með fólk í varpið sjálft undir leiðsögn og sýnt þeim svo allan feril. Já, ég held að það sé þetta að segja það að fólki finnst þetta mjög áhugavert og það er svolítið hissa. Ég held að fólk hafi ekki gert sig grein fyrir hvað þetta er mikill ferill og já, ég held að þetta og útlendingar hafa, þetta er náttúrulega algjörlega nýtt fyrir þá að nýta villtan fugl svona. Ferli frá því að dúnnin er tekin úr hreiðri og þar til hann er full unnin er langt og tímafrekt, en hann er þurrkaður í ofni, fer þaðan í gegnum hreinsívél, þá í fjaðratínsluvél og er loks handhreinsaður, þveginn og sótthreinsaður. Þetta virkar rosalegt ferli. Hefurðu hugmynd hvað hver kott er lengi í gegn? Nei, það er náttúrulega, dúnnin er ekki allur eins og það þarf svona svolítið mikinn tíma og þetta er svona eins og margt í sveitinni, þetta er bara klárað en stundum er þetta fljótlega, stundum seinlegt en það er samt, þetta er mjög tíma fyrir einhver ferill en maður vil líka vanda sig. Svona á hann að vera sjáðu, að hann á að hanga svona saman og það er mikið loft í þessu. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst loft. 16 grömm? 16 grömm. Það er ekki mikið? Nei. Hvað fer í hvern kotta? Kottar eru nú
svona hafðir svona 500–600 grömm og íslensku sængurnar gömlu voru yfirleitt kíló en menn eru farnir að nota minna núna, kannski bara 5 upp í 800 grömm. Við erum verið svona að markaðssetja sængur sem sett erlendis og þar er mjög misjafnt hvað menn vilja, það eru margar stærðir í gangi og menn eru einstaklingsmiðum sængina, menn velja sér stærð og svo bara hvað viltu hafa hana þykka. Þannig er logoið og efnislýsing og síðan þegar við flytjum út sængina þá er hún vottuð af sérstökum matsmanni. Já. Þannig að það er trygging kaupandans fyrir orginal vöru. Og má spyrja hvað sæng og koti kostar? Það er ekkert einfalt svar við því vegna þess að stærðirnar eru svo margar. Já. Og fyllingin bara er eftir óskum hvers og eins. En við getum sagt að verð á sæng getur verið frá 2.000 og upp í 5, 6, 7.000 $. En hver eru framtíðarmarkmið Helga og Öldu? Stefnan auðvitað að stækka ef að hægt er. Það er bara þannig en við erum svo sem ekkert endilega að stefna á einhverja svakalegan iðnað í dúninum. Við erum meira að hugsa bara að ná góðum tökum á okkar dúni og þá má hugsa næstu skref næst. Hvað gefur þetta þér? Er þetta svolítið eins og börnin hérna niður? Já, það er náttúrulega eitthvað sem maður hefur búin að umgangast alla ævi. Það er manni mikið sviði. Manni þætti mjög sárt að sjá þetta fara illa fyrir einhverja handvömm. En við stjórnum ekki náttúrunni og það verður alltaf sveiflur. Það verður bara að sætta okkur.